Ferðaþjónusta, íslenskur iðnaður og hugvit eru atvinnugreinar framtíðarinnar að mati margra. Erfiðleikarnir eru þó síst minni hjá þessum greinum en öðrum í landinu. Það eru miklar skuldir og trú erlendra fjárfesta á íslenskum iðnaði hefur stór skaðast. Þrátt fyrir þetta ríkir bjartsýni og í þessum greinum eru gífurlegir möguleikar sem þarf að virkja og hlúa að. Síðustu ár hefur ferðamönnum á Íslandi fjölgað mikið á hverju ári og árið 2006 var hlutur ferðaþjónustunnar 13% af útflutningsverðmætum. Þá komu 485.000 ferðamenn til landsins og eyddu 70 milljörðum króna. Við lítum svo á að það sé gríðarlega mikil sóknarfæri í ferðaþjónustunni. Veikt gengi krónunar gerir það auðvitað verkum að við erum samkeppnishæfari sem stendur. Við erum með mjög góða innviði. Við erum með mikið af góðum hótelum, veitingahúsum, afþreyingu. En eins og í öðrum atvinnugreinum eru skuldirnar miklar hjá fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Auðvitað eru margir búnir að fjárfesta og skulda í erlendum lánum og það eru auðvitað miklir erfiðleikar samfara því. Íslenskur iðnaður hefur síðustu ár verið að sækja sér veðrið þegar kemur að útflutningi. Formaður samtaka atvinnulífsins hefur áhyggjur af stöðunni. Það eru gífurlega mörg fyrirtæki sem eiga í erfiðleikum og jafnvel stöndu fyrirtæki eiga í erfiðleikum vegna þess að fyrirtæki í viðskiptum við þau eru í vandræðum og þau eiga í vandræðum ennþá með gjaldeyrismálin. Þannig að þetta hefur allt verið að högta, Íslandsvélin hefur bara verið að högta og það hefur komið niður á þessum stóðgreinum okkar. Það sem við þurfum að gera eru þetta bara að bretta upp ermar og setja ríflega peninga í markasetningu til þess að efla ferðaþjónustuna sem eina af grunnstoðum atvinnulífsins. Heldur það fáist opinber stuðningur í það? Það er alltaf opinbert því á hverju ári til markasóknar og það hefur gjarnan verið eins og eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum þá setti ríkisstjórnin mjög háa upphæð á þeim tíma, hæst 300 milljónir. Greinin kom með það sama á móti og við vorum eiginlega eina þjóðin sem að fórum strax í sókn og það var nánast engin niðursveifla á ráði hér á Íslandi öfugt á við önnur lönd. Þetta er það sem við höfum að gera. Ég held nú reyndar að það verði nú stór partur af vinnunni framundan að reyna að fá erlend aðila til að horfa hingað með svona jákvæðu hugafari. Það er kannski stærsta verkefni okkar. Við eigum þó að hættu þetta orðspor okkar sé komið langt niður og hættan er svo að það kom ekki fjármagn til landsins og þar með eigi iðnaðurinn í erfiðleikum eins og aðra greinar. Ferðaþjónustan er auðvitað eina af grunnstoðum atvinnulífsins. Hún er með miklu hlutdeild í gjaldeyristekjum þjóðarinnar og er mjög vinnuaflsfrek og okkur veitir ekki að því í dag. Ég held í raun að það góða við okkur Íslendingar sé það að þrátt fyrir áhyggjurnar og þrátt fyrir streituna og óttan við að þurfa að segja fólki þá er líka í þessari kreppu hún er móðir tækifærana og það finn ég hjá mjög mörgum fyrirtækjum. Við eigum mjög mikil tækifæri núna þegar að gengi krónunnar er veikara heldur en það hefur verið að fá hingað meira af til dæmis fundum og ráðstefnum og ég ætla að vona að menn geti klárað tónlistar- og ráðstefnuhúsið. Það eru gríðarlega mikil tækifæri til framtíðar. Það var ekki athygli mína síðustu vikur hversu gríðarlegur áhugi hefur verið fyrir nýsköpun hvers konar og hluta til vegna þess að við erum með geysilega öfluga skóla, miklu fleiri skóla núna sem eru beinlínis búin að þjálfa fólk í nýsköpun og frumkvæði. Ég held að sé kjöri núna fyrir okkur að hvetja til þess að ríkisstjórnin tilengi árið 2009 nýsköpun og kannski ölliti víðari skilningi heldur við þetta, ekki bara sprotafyrirtæki, heldur nýsköpun í fyrirtækjum almennt. Hvaða tíma gæti uppbygging efnahagslífsins tekið? Formaður samtaka atvinnulífsins er bjartsýnn. Ég sé fyrir mér að við séum komin vel á skrið í lok næsta árs. Við séum að komast aftur á reit sem að gefa okkur tækifæri til að spinna duglega við og fara að horfa fram á við verulegum krafti. Það skýrist fyrst og næst að því að ég trú á því að við náum að klára gengismálin, koma stöðuleika í gengi, koma stöðuleika í verðlag og þurfum strax að fara að vinna í því að skapa traust og trúverðugleika okkar erlendis. Það þurfum við að byrja á í dag. Við minnum að lokum á vefsíðu Kompás, vísir.is/Kompás.
Þar er hægt að horfa á alla Kompásþættina frá upphafi á VF TV, hala þeir niður sem podcasti og kynna sér annað ítarefni sem tengist umfjöllunarefni þáttarins. Netfangið er Kompás hjá stöð2.is. Þættinum er lokið. Góðar stundir.